eins og áður að þá það einfallega þannig að við setjum fram stór öflug mál sem við stöndum við og hún Lilja ætlar að fara hér yfir árangurinn eins og við sjáum hann í dag. Lilja. Já, takk fyrir og hjartalega öll velkomin. Við erum auðvitað mjög stolt af því að sitja hér í dag og fara yfir þann árangur sem hefur náðst á kjörtímabilinu. Við erum að tala um það að staða efnahagsmála, hún hefur sjaldan verið jafn góð og hún er í dag. Það er kröftugur hagvöxtur, skuldir heimilanna hafa ekki verið lægri síðan á 9. áratugnum og meðal annars vegna þeirra verka sem við framsóknarmenn höfum lagt í þessari vegferð okkar á síðustu 3 árum. Nú er það þannig að kaupmáttur ráðstöfunartekna hefur ekki verið meiri og við viljum svo sannarlega halda áfram á þessari vegferð og erum þekkt fyrir það að setja upp áætlun sem stenst. Við gerðum það með okkar losunar áætlun varðar fjármagnshöftin og við viljum halda áfram að fara í þessi stóru verk fyrir þjóðina og til þess að auka velsæld á Íslandi. Takk fyrir það. Við erum hérna að dreifa kosningabæklunum og kynna hann, þar sem að mörg af okkar helstu málum koma fram. Við ætlum líka einnig að fara hér aðeins í meiri svona dýpra ofan í einstök mál og ég ætla að byrja hér á máli sem að snýr að skattkerfisbreytingu í skattakerfinu. En þessi kerfisbreyting, hún byggir ofan á aðgerðir okkar, leiðréttinguna og önnur húsnæðismál, en ekki síst séreignarsparnaðurinn og laga fyrstu fasteign. Aðalatriðin eru þessi, að við munum horfa á kerfisbreytingu, þannig að staðan eins og í dag með 2 þrepa skattkerfi með útgreiðanlegum persónuafslætti. Við ætlum að auka mátt millistéttarinnar, við ætlum að lækka neðra þrepið verulega. Í tillögum margra okkar færustu sérfræðinga var sett fram tillaga á vettvangi samráðsvettvangs aukna hagsæld sem unnin var á grunni sérfræðinga Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og OECD, en í þeim tillögum sem þar koma fram lagt til að neðra þrepið fari úr þeim rúmlega 37% sem það í dag og fari niður í 25% en efra þrepið verði 43%. Þannig léttum við byrðar og yfir 80% launamanna og færum þær á breiðu bökin. Og ég ítreka að þetta samkvæmt þeim tillögum, kem aðeins nánar inn á þá eftir. Í þessum tillögum jafnrétti aukið með því að samsköttun hjóna verður hætt og einstaklingsframtöl taka við, með útgreiðanlegum persónuafslætti sem verður hærri en hann í dag og hækkar alltaf 970.000 þegar hann fer að skerðast. Samkvæmt þessum tillögum núverandi persónuafsláttur en kerfisbreytingin þar að leiðandi mjög vinnuhvetjandi og kemur sér vel fyrir lægstu tekjuhópana. Barnabætur í þessari kerfisbreytingu hækka einnig verulega og aftur koma sérstaklega til móts við lægri tekjuhópa. Á móti vaxtabótakerfið aflagt og tekjurnar koma inn með því að menn greiða lægra skattprósentu. Þetta tillaga samráðshóps aukna hagsæld, unnin af okkar helstu sérfræðingum og í henni með þessum tölum sem ég hef nefnt eru 0 áhrif á tekjusjóð. Það hvorki verið að tala um skattalækkun, né skattahækkun, einungis verið að færa byrðarnar innan tekjuhópa. Við ætlum að setja af stað 6 mánaða vinnu til að greina áhrifin enn betur á ólíka hópa, til að mynda námsmenn og einnig þá sem fá bætur, en flest bendir til að aðgerðin verði mjög jákvæð vegna vinnuhvetjandi áhrifana sem og hins útgreiðanlega persónuafsláttar. Einnig þurfum við, eins og við höfum alltaf gert í öllum okkar fyrri aðgerðum, að greina sérstaklega þjóðhagsleg áhrif þessarar kerfisbreytingar. Samkvæmt þessu, ef okkur gengur vel að útfæra þetta, þá geti kerfisbreytingin átt sér stað áramótin 2017-18. Lilja. Já, eins og formaður Framsóknarflokksins segir, þetta eru mjög spennandi tillögur og við teljum það að vera það komið þannig fram að þær munu auka hagsæld allra tekjuhópa með því að fara í þessar breytingar. Annars sem við viljum nefna og við leggjum áherslu á að við teljum að sé orðið tímabært að endurskoða peningastefnuna. Peningastefnan núverandi var formfest árið 2001 en það hefur ýmislegt gerst síðan þá
og við teljum að segja afar mikilvægt að skoða hver eru næstu skref hvað þetta varðar. Þegar við fórum það er margt breyst, eitt af því að við erum að hefja núna losun fjármagnshafta og í ljósi þessa þá teljum við að eitt lykilatriði í því er að formfesta aftur peningastefnuna út af því að hún var síðast sett í form árið 2001. Og það er mikill raunvaxtamunur á milli Íslands og annarra ríkja og þegar við erum að opna fyrir frjálsa fjármagnsflutninga þá kann að vera að þetta geti reynst okkur erfitt og við viljum fara yfir það mjög vandlega vegna þess að við viljum heldur ekki laða til okkar skammtíma fjármagn sem gæti leitt til ósjálfbærar hækkunar á gengi krónunar og svo hverfa þessi peningar svo aftur úr landi vegna þessa. En þetta viljum við gera auðvitað allt í mjög góðri samvinnu við Seðlabankann og aðra slíka aðila. En það er tímabært að skoða þetta og það sem við erum auðvitað að nefna á þessum blaðamannafundi, við erum hér í stóru málunum. Við erum í stóru málunum sem skipta máli fyrir framtíð landsins og við mögum heldur ekki gleyma því að Framsóknarflokkurinn er 100 ára flokkur og hefur verið í þessari vegferð með þjóðinni síðustu 100 árin og við teljum með því að leggja þessa áherslu á að fara í róttækar skattkerfisbreytingar og leggjum upp trúverðuga áætlun og ábyrga, þá munum við ná enn frekari árangri fyrir íslenskt þjóðfélag. Eins með því að endurskoða peningastefnuna vegna þess að það sem skiptir auðvitað mestu máli að hér ríki peningalegur stöðuleiki og þannig að við höfum einstaklingar og fyrirtæki vilji fjárfesta í hagkerfinu okkar. Svo erum við með fleiri mál. Já, ég ætla að fara hérna aðeins í gegnum þessa skýru sýn sem við höfum á heilbrigðiskerfið. Öll viljum við hafa heilbrigðiskerfi á heimsmælikvarða og til þess að það megi verða þá viljum við byggja nýjan Landspítala á nýjum stað. Við viljum setja það strax í skoðun, staðarval út frá skipulagsforsendum og meðal annars samgöngum. Við viljum setja fram raunhæfa áætlun byggingartíma, það er hægt að nota þær þarfagreiningar sem menn hafa gert. Á sama tíma höldum við auðvitað áfram endurbótunum á Landspítalanum við Hringbraut. Markmiðið er að hafa heilbrigðisþjónustu Landspítalans ávallt í fremstu röð. Ef að skoðunin sem að við setjum að stað strax og þarf ekki taka marga mánuða leiðir í ljós að hægt sé að byggja nýjan spítala á nýjum stað, hraðar og betur en núverandi áform eru uppi, þá munum við framkvæma það. Ef að skoðunin leiðir í ljós að á því eru annmarkar, þá þurfum við að taka nýja ákvörðun það hvernig við náum fram því markmiði að hér séum við með heilbrigðisþjónustu Landspítalans ávallt í fremstu röð. Við erum einnig að setja skýra sýn og fókus á að heilsugæslan allt land verði efld og við þurfum að bæta fjármunum til hennar. Markmiðið er að heilsugæslan verði fyrsti viðkomustaður sjúklinga. Það er raun og veru eins konar valfrjálst tilvísunarkerfi sem hefur í sjálfsögðu verið unnið að lengi en við höfum skýra skoðun á því að þangað þurfum við að fara en einnig að heilsugæslan taki í auknum mæli við eftirfylgd meðferða og þetta hefur meðal annars rætt við forystumenn Landspítalans og þeir bent á að þetta væri mjög góð leið til þess að færa þungan svolítið frá Landspítalanum yfir á heilsugæsluna. Við viljum einnig fjölga heimilislæknum, halda áfram á þeirri braut sem við höfum verið á kjörtímabilinu að fjölga námsstöðum í heimilislækningum sem meðal annars skilaði sér í því að mestri fjölgun sem hefur verið í langan tíma eða 18 heimilislæknar sem voru útskrifaðir í þar síðustu viku og við viljum einnig bjóða upp á fleiri rekstrarform fyrir heimilislæknar að starfa í. Það er einfaldlega þannig að heimilislæknar eru eins og aðrir sérfræðilæknar vilja gjarnan hafa fleiri möguleika að starfa heldur en bara á þeim heilsugæslu sem við þekkjum í dag og í þessa leið hefur verið unnið á liðnum árum og við ætlum að halda áfram á því meðal annars. Við viljum einnig tryggja að sálgæslan og önnur þjónusta sem heilsugæslan á að framkvæma að hún verði efld á öllum heilsugæslustöðum hringinn í kringum landið. Við viljum og höfum hort svolítið til þess sem að landlæknir hefur sagt að það verði kerfisbreyting einnig í ráðningum á Landspítalanum þannig að í auknum mæli verði sérfræðingar ráðnir þangað inn í 100% stöður og helgist í því starfi. Það hefur verið bent á að það muni bæði auka og bæta flæðið í gegnum Landspítala og jafnvel verða til þess að fleiri læknar sem búa erlendis hafi áhuga að koma heim og starfa við þessar aðstæður. Við viljum efla heilbrigðisstofnanir alls landsins
meðal annars með því að sérfræðilæknar eigi þess kost að fara á staðina í auknum mæli og þjónusta íbúa nær samfélagsins þar í stað þess að allir séu sendir á eitt stað. Þá nýtum við bæði aðstöðuna sem að fyrir hendi og þá þekkingu sem á svæðinu. Við ætlum einnig að samræma þökin í greiðsluþátttöku sjúklinga. Þau eru allavegana 3 í dag varða lyf, lækniskostnað og stoðtæki og það þarf að samræma það að þarna sé eitt þak að ræða. Við viljum tryggja að enginn sem fáist við langvinna eða alvarlega sjúkdóma þurfi jafnframt á sama tíma hafa áhyggjur af framfærslu sinni eða fjölskyldu sinnar. Einnig þarf að halda áfram að lækka þessi greiðsluþök. Við erum búin að gera margt í þessu á kjörtímabilinu en þurfum að ganga lengra. Eitt hér varðar svo sem bæði málefni aldraðra en einnig heilbrigðismál að við viljum að tannlæknakostnaður eldri borgara verði gjaldfrjáls og í fyrsta skrefinu, alveg eins og hjá börnum og unglingum í dag, og í fyrsta skrefinu þarf að bæta þar rúmlega milljarði til að komast á sama stað og við vorum 2006 þegar við endurgreiddum eða niðurgreiddum þennan kostnað upp að 80%, nú erum við komin niður fyrir 20%. Og við teljum þetta sem mikið réttlætismál. Þetta réttlætismál og við viljum fara í þetta strax, en síðan þarf að halda áfram í þá átt að það verði gjaldfrjálst. Nú síðan viljum við fjölga hjúkrunarheimilum heimilum, það 5 ára áætlun í gangi í dag í uppbyggingu hjúkrunarheimila. Í ljósi þess að þörfin bæði brýn og meiri en svo sem þessi áætlun uppfyllir, viljum við endurskoða hana, hafa hana til lengri tíma og það þarf að bæta í fjármunum til að tryggja og bara viðurkenna það að í takt við öldrun þjóðarinnar og þær spár sem þær eru uppi að þá þarf að bæta í. En á sama tíma og það ástæðan fyrir við viljum efla heilsugæsluna að heimaþjónusta sveitarfélagana og heimahjúkrun heilsugæslunar, hún verði öflugri þannig að áfram aðalmarkmiðið að fólk geti verið eins lengi heima hjá sér og hægt Nú að lokum alls ekki síst, þá viljum við auka forvarnir í heilbrigðiskerfinu. Ný lýðheilsustefna sem að ríkisstjórnin nýlega búin að samþykkja, hún verði framkvæmd, hún horfir aðalega til barna og unglinga að því að hér verði heilsueflandi samfélag í öllum sveitarfélögum landsins, en við ætlum einnig að setja í gang aðgerðir miðað af eldri borgurum í samstarfi við sveitarfélögin og það hefur verið unnið að slíkum tillögum. Það má velta fyrir sér hvort að þetta sé mikil kostnaður í þessu og það rétt. Við höfum í núgildandi fjármálaáætlun verið að áætla að setja yfir 30 milljarða til viðbótar í heilbrigðiskerfið sem í dag með 170 milljarða að fara yfir 200 og við erum búin að áætla að það þurfi að auka í þá viðbót enn frekar og verður gert við endurskoðaða fjármálaáætlun en við vitum líka að tekjuinnstreymið inn í næstu fjármálaáætlun meira heldur en þá sem við samþykktum á síðasta ári. Og það má kannski nefna í þessu samhengi að eina ástæða þess að við getum farið í þessi þarfa mál auðvitað að staða ríkissjóðs miklu betri í dag en hún var fyrir 3 árum. Það er búið að lækka skuldur 20% meðal annars vegna þeirra stöðugleikaframlaga sem komu til á kjörtímabilinu. Og þessi árangur hann kemur ekki bara að því bara, það vegna þess að það unnið að miklum heilindum og festu fyrir þjóðfélagið og til þess að bæta hag Íslands og það gerir okkur kleift að fara í þessi þjóðþrifa mál. Þetta eru þau helstu mál, ég ætla engu að síður að nefna fleiri og benda ykkur bæði á bæklingin og heimasíðuna framsókn.is. Ég ætla að nefna hérna 3 önnur mál. Við erum auðvitað með skýra sýn á umhverfismálin. Þar Parísarsamkomulagið og hvernig við uppfyllum skuldbindingar okkar aðalatriði. Það búið að leggja fram sóknaráætlun til 3 ára sem full fjármögnuð í 16 liðum. Við ætlum að fylgja henni. Við erum með skýra sýn á málefni aldraðra. Við erum búin að fara í gegnum kerfisbreytingu, tryggja þeim sem verst standa 300.000 árið 2018 og frítekjumörk. Ég búin að nefna hér gjaldfrían tannlæknakostnað aldraðra og greiðsluþátttöku kerfin þar sem við höldum áfram að lækka, þannig að það mjög skýr stefna að við ætlum að halda áfram á þessari braut. Og að lokum vil ég nefna byggðamálin sem eru Framsóknarflokknum mikilvæg. Þar auðvitað mikilvægur punktur að miðstöð innanlandsflugsins verði áfram í Reykjavíkurflugvelli eins og við þekkjum það í dag. Við leggjum mikla áherslu á það. Við höfum einnig verið og í núgildandi byggðaáætlun og þeirri sem verið að vinna eru uppi áform að nota svokallaða norska leið í skattaívilnun til að tryggja þau svæði þar sem eiga undir högg að sækja á landsbyggðinni að það sé hægt að
horfa til þeirra og nýta þau til þess að byggja upp og fá menntað fólk inn á svæðið. Og að lokum höfum við hort á það að styrkja vinnusóknarsvæðin sérstaklega meðal annars með skattaívilnunum þannig að fólk geti fengið skattaívilnanir vegna aksturs til og frá vinnu. Það mun styrkja vinnusóknarsvæðin og það mun styrkja byggð í öllu landinu. Þetta eru svona helstu málum. Viltu bæta við, Lilja? Ég held að þetta sé allavega fínt í bili og við viljum gjarnan taka á móti spurningum varðandi þessi stefnumál okkar. Ef einhver eru, en ellegar þá getum við líka lokið þessum þætti og búið upp á viðtöl á eftir og þá bara vil ég þakka ykkur kærlega fyrir þennan blaðamannafund og benda ykkur aftur á bæklingin og heimasíðu og Facebook síðu Framsóknar þar sem að þessi mál sem og önnur eru skýrð út með ágætum hætti. Takk fyrir. Takk fyrir.